Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Ekki leyfa að sögura svona bara. Hér allt á sínu stað, vatnið og þessi yndislegi, alveg bráðnausilegi hér. Þér kannski finnst ekki mikið til koma. En ég segi bráðnausilegur. Og núna logar á kertum 2 og ljósið náttúrulega eitthvað sem þú skilur ekkert í. Akkur hvað? Ef þú þekki Krista þá skilur það nú aðeins betur. Það ekki? Það gæti nú verið að svo verið. En míkrahútin alveg ómögulegu stað núna en við leyfum honum bara að vera svona. Þá hann bara ómögulegur. En hann nauðsynlegur vegna þess að ef hans nýtir ekki við að það heyrir þú ekki fallegu röddina mína. Því við þurfum að vera með réttu tækin til að fallega röddin mín, nú eða þín, heyrist. Þannig þetta nú í dag. Núna tala menn ekki bara maður og mann, eins og var nauðsynlegt, svona obba af sögum mannkins. Heldur fór hún að koma hinn ýmsu tækin í myndina sem að gerir að verkum að við þurfum að nota öðruvísi aðferðir við mál okkar heldur en maður og mann dæmið. En að endingu verður þetta samt maður og mann dæmið því að ykkur hlustar. En hann að vísu getur ekki andmælt eða svarað. Það svona ókosturinn kannski við þetta. En það ekki bæði haldi og sleppt. Þannig það nú. Núna, þetta þarf alltaf að vera rétt stillt af. Því að þú vilt sjá bæði ljósinn, kertaljósinn. Og það svona, dálítið svona, að hafa þetta réttir í myndavilni, það þarf að vera. Þarna datt hún, þá bara réttum hana við aftur og setjum hana nákvæmlega það sem hún á að vera. Það sennilega svolítið valt þetta borð, já valt, ég veit það ekki, en það ekki mikið mál að hreyfa það. Og að því að bók stendur bara frístandandi, að þá vill hún verða völd. Ef maður ætti statíf undir hana, þá hún alveg svakalega stabil. Og þyldi smávegis hristing og jafnvel upp undir jarðskjálfta á þess að haggast. Það þýðir ekki til að dreifa núna, þannig að við verðum að fara svakalega varlega til að þetta haldist nú allt á sínu stað. Og með Guð sjálf gerist það, ekki rétt. Það trúur kannski ekki Guð. Ertu kannski í smávegis uppreisniðan? Svona bak við innan gæsalappa, þú vilt nú ekki viðurkenna það, en kannski ertu það. Það ekki gott. Þá þarftu að skoða eitthvað í þinni stöðu. Og þess vegna við að gera þennan þátt. Það til þess að ég og þú og við skoðum stöðu okkar. Ekki með eigin augum, ekki með hjálp náungar sem nú kannski ekki alltaf að segja okkur sannleikan, heldur vindum við okkur beint í sannleikan. Veistu hvað hann Hann ekkert endilega neitt svo langt frá þér. Hann fylgjandi Biblíunni, sem þú átt alveg örugglega, og sumir eru alltaf með, en að sjá aldrei að vaksa neitt. Og það ekki gott. Hvar þrengir að? Ætli það sé nú ekki mest bara svona hugur út víðan völl, hvort sem verið að lesa eða ekki. Þegar þú ert að lesa, þá hugurinn svo villtur að hann gæti alveg fara út víðan völl á meðan þú ert að lesa.
og þetta lagar enginn nema þú. Ég les mikið og tel mig vera þokkalega að mér í Biblíunni og það svo sem ekki trúsunar efni, það bara gerist ef að menn svona vaka svolítið yfir þessu. En það hefur nú komið fyrir hjá mér, ég veit að það hefur aldrei gerst hjá þér, að ég hef nú stundum þurft að lesa kaflan jafnvel tvisvar að því ég á komið með sjálfa mig bara út í einhverja hugsanir á mig ég var að lesa. Ég las, en var svamt á fullu við að hugsa eitthvað allt annað. Svo allt í hennu bara raunskaði maður og maður segir ég er nú að lesa Biblíuna. Og að því maður reynir nú að gera þetta eins og maður, þá var ég að gjöra svo vel að lesa það aftur og það gerist reyndar ekkert oft en það hefur nú samt oft komið fyrir svona í gegnum tíðin og það verið aðtúa það að þessi gæi er orðin 70 er að verða og hann er búin að vera frelsaður frá því 1989 og tók strax trú sína mjög alvarlega og áttaði sig fljótlega á, kannski ekki strax, örugglega ekki strax, að þetta er eitthvað sem ég var að bera ábyrgð á sjálfur. Það var alveg gjörsamlega tært í mínum huga þegar að þessari hugsun kom að ég var að bera ábyrgð sjálfur á því sem ég er að nema. Og þá byrjaði maður að lesa Biblíuna og treysta bara á hana og hún muni leiða mann réttan veg sannleikans. Og að því að maður fór veg sannleikans í gegnum bókina, þá líka kemur svo margt með sem að þarf að vera með. Og hvað er það sem þarf að vera með númer 1 og 3? Það er náttúrulega trúin, hún er upphafið að þessu öllu saman. Það gerist ekkit nema trúin komi fyrst og hún er gjöf. Og hún kom með heilugum anda. Það eru alls konar sögur hvernig þetta byrjar hjá mönnum. Já, mér byrjaði það þannig að ég var aldeilis ekki kirkjurækin maður. Og ég velti ekkert fyrir mig trú. Ég þekkti engan trúaðan mann, þannig sé, það var einn sem ég þekkti og hló allir að honum, hann fannst honum svo skrítinn. Árin voru nú ekki meir en það. En svo fæ ég trú. Á þess í raun og veru að bara, ég var ekki samfélagi. Ég var ekki bara það sem var bara það sem ég hafði alltaf verið. Stundaði mína vinnum og svo framvegis og heitti þennan og hinn og eins og gengur hjá okkur. En enginn var að tala trú vegna þess að enginn svona í kringum með átti til trú. En samt frelsaðist ég fyrir mátt orðsins á sínu tíma. Það var þannig, svo ég endurtaki það einu sinni, en það var maður sem kom til mín alltaf hann að slagið og las fyrir mig. Þannig að orðið frelsaði mig. Og í eitt skiptið, líklega síðasta skiptið sem hann las, þá verður eitthvað eftir í hjartanu sem ég sá síðar að var orðið sem að leiddi mig til Krists á sínu tíma. En ég var ekki kirkjusækin maður, ég vissi ekkert hvað samkoma var, neður hvernig þessar samkomu voru gerðar, ég hafði ekki hugmynd það, ég kynntist því ekkert fyrir en eftir að ég frelsaðist, en ég frelsaðist. Þannig ekki gera lítið úr Guði. Ég var bara einn í mínu herbyggi. Búin að fá að gjöf testamenti mitt sem ég átti lengi, lítið hver, sem að vinur minn dró upp úr brjóstvaðstarnum sínum þegar hann yfirgaf mig eða ég yfirgaf hann þann dag og sagði ég ætla að gefa þér þetta. Ég sagði þarft þú ekki eitthvað sjálfur? Já, ég kaupi mig bara nýja. En þegar hann rétti mér þetta þá sagði hann við mig, þú ert líklega maðurinn sem gerir ekki hlutina og ég ætla að gefa þér þessa Biblíu. Og þá var ég komin til trúar og var alltaf á leiðin að fá mér orð Guðs. Það kemur strax upp hjá okkur að eiga orð Guðs. En eins og er hann réttilega benti á, og þá er ég maðurinn sem er svolítið svona lengi að sumum, að gera sum sem ég þarf að gera. Þannig að Guð að sjálfsögðu sá við því og rétti mér þetta bara sjálfur. Hann vinn minn gefa sér Biblíuna.
Hann sagði, ég fæ mig bara aðra ekkert mál. Og svo, ok, ég þakka náttúrulega fyrir mig og ég man alltaf eftir því að hann skuttlaði mér í ákveðið hús í Hafnarfirði, ég bjó þá í Reykjavík og við fórum eitthvað munnhöggvast á leiðinni. Og ég var aldeilis ekki með mitt fallegasta bros eftir þá rimmu og ég man eftir því þegar ég kom heim í litla herbyggi mitt þá tók ég Biblíuna orðguðs upp úr brjóstas og ég hendinni bara, ég sjá þetta. Þeir eru ekkert betri en aðrir, þessir gæjar, sá ég. Og ég í mínum þungu þöngum í eitthvað 3 korter, þá hugsaði ég mig sjálfum mér að þetta nú astanlegt að hegða sig svona. Þannig að ég stóð á fætur, tók Biblíuna, Nýja testamentið og opnaði það og þar með var ég komin í rann Guðs. Það þurfti nú ekki meira. Það voru engin vitni. Ég var ekki á samkomu. Ég var ekki í kristulegu umhverfi. Ég var bara heima þar sem ég hafði átt heima í nokkur ára undan. Þannig að Guð allstaðar. Þannig að við skulum ekki gera lítið úr Guði. Við skulum ekki gera lítið úr hvernig hann vinnur. En hins vegar fættist margt fram við frelsunina. Að hún segi við mig skýrum orðum, orð Guðs þarf að heyrast. Og þetta orð Guðs. Orð Guðs, býtu við, ég þekki ekki orð Guðs. Þessna var ég með litla kverið. Það var uppáðið að því ég fór að læra. Ég var með þetta litla sæta kver. Ég man alltaf eftir því þetta snjáða hver sem að öllum að ljósið þekktu að þetta hver hafði verið oft og mikið notað. Hann var búin að eiga þetta hver, sagði hann mér, í 25 ár þegar ég fæ hana, þessa bók. Og ég átti þetta hver, eitt ár ábyggilega og var ekki með neina Biblíu. En svo fekk ég mig Biblíu og líka Nýja testamenti sér. Þá lagði ég hitt frá mér og ég veit ekkert hvað það í dag en ég ekki einn af þeim sem að eiga allt. Ég hef aldrei kunnað það. Getur vel verið þessi gott en ég ekki sá maður. Þannig að sú bók ekki til. En bókin auðvitað til hjá mér og ég á bæði Nýja testamenti sama og ég var með nema bara í stærra broti og Biblíuna líka. Og við erum með þessa bók hér við hliðina á okkur og aðra bók sem eldri með sömu merkingum og þessi hérna megin. Þannig að það ekki vandinn. En það sem við erum að gera hér og hvetja til að menn noti þetta. Fræðist upp úr þessu. Leiti eftir skilningi á þessu. Ég hef nú engan kennara. Ég segi þér, þú hefur þann besta kennara sem nokkur maður getur haft. Ekki afsaka þig. Hann heitir Heilagur Andi. En þú þarft að treysta Guði, það nú eitt sem við lærum, til þess að sjá allt þetta sem hér verið að segja. Og þá benda allir fingur á þig, þú ert maðurinn sem þarf að læra. Þú. Og hver ert þú? Þú ert einstaklingur. Þú ert sköpuð vera af lifandi Guði. Þú ert einstaklingur sem mótaði þig eins og þú ert og setti því hungur eftir orði Guðs. Þegar frelsunin komin, þá, ég held að ég sé nú ekkert að tala bara fyrir sjálfa mig þarna, þá sá maður, fattaði maður, vissi maður, var öruggur á hvaða leið maður væri. Ég á leið til ríkis Guðs og himnum. Og ég veit alveg
hvað þarf til þess að þetta gerist. Bókin, hún segir mér allt sem ég þarf að vita um það. Ég segi og hveti, berum sjálf ábyrgð á okkar trú, bíðum ekki eftir því að við fáum hvatningu frá Pétri og Páli, því að þú veist ekkert hvort að þessi hvatning komi. Kannski kemur hún ekki, en þú hefur átt heilagan anda og hann alltaf hvatningin fyrir hvern og einn einstakling. Þannig að einstaklingur, hvort sem ég að þú, við höfum enga afsökun fyrir því að vera slöksast með okkar trú eða láta hann að fara út í einhverja áttir sem ekkert nema tjón. Sumir hafa gert þetta. Og þetta fólk með tímanum fólkið sem missi niður kærleikann, sem missi niður, jafnvel væntumþykju til annarra safnaðarmeðlima, en ekki það sem þarf að fara forgörðum ef við bara gerum þetta eins og Drottinn segir okkur að gera, og hann bendir alltaf á orð sitt. Alltaf. Konráð, þú þarft að lesa orðið. Og hver ég? Já, ég Konráð. Ég hef mína eigin kennitölu. Ég hef mitt eigin nafn. Og ég þarf að vinna þessi vinnu sem þá þessi einstaklingur. Og ég hef allt í það. Ég hef besta fræðara sem nokkur maður getur haft. Svo góðan að hann útskýrir þannig að meira að segja ég get skilið það. Gaflarinn sjálfur, hann getur skilið það. Einnig hann, þó hann sé gaflari og hafi afsakanir fyrir ýmsu, í raun og veru án afsökunar. Það ger ekki það sem þarf. Já, ger ekki það sem þarf. Og hvað þarf? Ítrekaða fræðslu upp úr orði Guðs, númer 1, 2 og 3, og stunda þetta nám. Því lýkur aldrei. Það komin yfir 30 ár síðan að ég eignaðist mína fyrstu Biblíu. Og ég segi, þessu námi munu aldrei ljúka og ég þakkláttur fyrir það að svo vegna þess að þetta þannig nám sem að þú getur alltaf verið að auka við þekkinguna í og skilningin á hverju þú þjónar betur. Þetta nú ávinningurinn að því að hafa eignast þessa gjöf, hvernig sem að hún til þín komin. Ég var ekki votta viðvist eins og ég var að segja á þann, þegar ég frelsaðist. Ég var einn með minni trú. Og hann gaf mér þessi orð. Orð mitt þarf að heyrast. Svo skýrt. Og ég vissi að þarna var Guð að tala. Og þetta var í fyrsta skiptið sem að ég heyrði rödd Guðs og ég var frelsaður þá, búin að fá heilagan anda og þetta gerist eiginlega bara á sömu mínútu. Hver var þessi Guð? Ég þekkti hann þarna. Og ég efaðist ekki að það væri til einhvað sem heitir Jesú, frelsari, skapari. Þannig að það allt saman bara kom til mín, hafi verið einhverjar efasemdir það hvernig þetta allt saman var til, sem ég reikna alveg fastlega með að hafi verið, eins og hjá okkur öllum. Alls konar spurningar. Við erum menn. En við getum fengið svör. Og þá hættir leitin. Leitin hættir, þú byrjar að fræða þig öll þessi svör og þú segir, hei, þetta sannleikurinn. Þetta þarf ég að vita og þetta vil ég vita, af því að við erum sannleiks elskandi fólk. Og við tökum ekki við neinu bulli lengur. Er það ekki? Allavega ég þeim megin og ég ætla að vera þar áfram. Af því að Guð hefur gefið mér þessa gjöf, að vera þeim megin. Þannig að ég verði ekki að stoppa þar, því get ég lofa þér. Þannig að reyndu það ekki. Þetta vegurinn sem að Drottinn gaf mér og ég ætla að fara.
ekki stoppa mig. Þú mátt hafa hvaða skoðanir sem þú vilt á því en ekki stoppa mig. Þetta verður haldið áfram með þetta verk og meðan að þessi maður dregur enn andan. Sem ég vona að séu mörg ári viðbót sem ég fæ að gera. Ég elska lífið. Ég elska að vera lifandi manneskja. En hvernig með þig? Hvað segir þú um lífið? Er það tómmæða? Einhvern veginn á vonbrigði og svekkelsi? Og hvað ætlar að gera í því? Ég efast ekki um að þetta sé þannig með hjá mörgum. En hvað ætlar að gera? Ætlar bara að vera þar. Þetta er leið. Leið sem er gjöf, sem kostar ekki neitt. Nema vinnu til þess að vita meira. Lærdómur er og verður alltaf vinna. Og trú er vinna. Eins og Kristur segir sjálfur, það er verk að trúa á mig. Verk. Hvað er verk? Er það eitthvað annað en vinna? Drottinn segir það sjálfur, að þetta sé verk að trúa á sig. Og þetta verk erum við misjafnlega dugleg við að rækta og sumir mjög agaðir í þessu verki en bara sumir. Sumir eru ekkit rosalega agaðir hvað þetta varðar. Og öll höfum við einhvern tímann verið undir agaleysi og það er eitt af því sem að Drottinn vill vera með okkur undir, það er þessi agi. Aginn, kannski fannst manni hann einhvern tímann leiðilegur, ég veit ekki, manna ekki. En þegar ég hef kynnst aganum, þá sé ég hversu rosalega gagnlegur hann er. Aginn er ekkit endilega það að borða klukkan 7 á kvöldin eða 6, eða hvenær sem þú borðar. En það þarf ekki svo mikið að íta okkur í þann aga, því að það bara maginn segir bara til sín. Heldur þegar þú ferð að stunda þessi verk sem að Drottinn er að setja þig yfir og í, það kallar á aga. Og þú getur tamist við agan. Og nú tala ég að reynslu. Og ég veit hvað er að vera agalaus og hvað það er að vera undir aga og hvort kann ég betur við. Það er bara engin spurning að aginn er 1000 sinnum merkilegri heldur en þetta vittlausa heimska agaleysi sem gerir verk eftir dint og dant og þegar það nennir. Aginn er ekki þannig. Hann bara setur þig í það. Og þetta vekur hjá þér trú meir en oftast áður og þú vilt gera þetta. Þú vilt heiðra Guð með því að gera þetta. Þú ert ekki að hugsa um heiður frá mönnum en það færð hann ekki. Og hann er einskis virði. Ef þú færð hann, þá er hann öðruvís á morgun og svo horfin þriðjudaginn. Þannig að ekki vera neitt að eltast við það. Það er bara til þess að auka vonbrigðin og er nú nóg af þeim fyrir. Vertu undir aga Drottins. Og aginn í Jesú nafni, hann mun alltaf setja þig í orðið. Og með orðinu og þekkingun og orðinu þá kveiknar svo margt. Þú ferð að sjá söfnuðinn sem eitthvað fyrir þig og ekki bara fyrir þig, heldur eitthvað nauðsynlegt fyrir þig. Og þú ferð, já, ég held að ég geti talað fyrir alla að strangt til tekið þá elskar fólk samfélagið. Það getur verið í fíl útið og allt saman það og svona inn á milli, en svona á bakvið það allt, þegar vitleysa rjáttlast af, að þá elskar fólk samfélagið. Og þegar vitleysan er farin af, þvælar og bullið, þá kemur upp þessi elska til fólksins í söfnuðinum. Þetta er alveg stór merkilegt. Þegar stundum sér maður allt annað. En svona er Guð. Og þetta er trúin að tala til mín og hún er að segja mér að segðu fólkinu þetta. Og við vitum að þetta er svona. Kannski þurfum við aðeins að ýta frá þessari hugsun til þess að þessi hugsun komi að stað. Og við sjáum
Jó, svona strangt til tekið þá verð ég nú að viðurkenna það að maður elskar nú sitt fólk. Þetta er eitthvað sem Guð er að gefa okkur niður aftur. Og hvernig líst okkur á þetta? Auðvitað líst okkur vel á þetta. Af hverju? Að við erum þó þráttur allt þetta trúaða fólk. Og Drottinn gefst aldrei upp á því að koma trúnni tilbaka og til þín þar sem hún á að vera. Ef við getum varið okkur og verið bara áfram þar sem við erum og þá stundum við með aga þar sem við þurfum að gera og við vitum hvað við þurfum að gera, ekki segja mér að þú vitir það ekki. En þú kannski ert ekki að gera það sem er allt annað mál. Þetta er það sem við þurfum að gera. Orð Guðs er harla nær okkur. Það er hérna. Og það sem er ennþá nærið er heldur þetta þessi bók er andi í brjóstiðinum. Hann er það sem þú ert. Einnig það ert án afsökunar. Hann talar það sem þú ert, þegar þú ert. En þú ert kannski ekki alltaf með bókina með þér. Ég er ekki með neina bók lengur í brjóstvasa mínum. Og hér er hún við hliðin á mér. Að því aðstæður eru þannig að ég get haft það þannig. Þannig ég leiti í hana yfirleitt á morgnana en ég leiti í hana og ég fræði mig upp úr henni. Og stundu þarf ég að taka mig taki til þess að blessaður hugurum minn fari ekki með mig út við á völl eins og kemur fyrir. Ég veit að gerist ekki hjá þér en það gerist stundu hjá mér. Og eins ég var að segja á hann, þá hef ég staðið með því að þurfa að lesa aftur það sem ég var að lesa. Bara til að ná einhverju samhengi. Svona maður. Hvað er veiklundara blessuðu manni? En tíminn líður. Hann er ógnar hraða. Og ég að vera 70. Því liggur hraði á einu líði. En samt erum við að sóa því út og söður í tóma vitleysu. Hégóma. Erum út úr illar manneskjur oft og tíðum. En erum trúaðar manneskjur. Já, ég vil nú ekki segja nefna orðið hatur í sambandi við söfnuðin. Ég neita því nú að það sé nú svo djúpt, sko. En hvað veit ég? En Drottinn mér sýnaði það, eins og hann hefur sýnt mér margoft, að þráttir allt, að þá elskum við söfnuðin okkar. Hvað er söfnuður? Hann er ekki þú einn. Hann samastendur á fullt af öðru fólki. Söfnuðir eru mismunandi stórir. En þeir eru sumir mjög stórir, gríðarlega fjölmennir. Og allt þetta fólk strangt til tekið er þarna vegna þess að á svo lítið í hjarta sínu sem er gjöf að ofan. Og ég fekk 1989 í október og hef þetta enn sem ég fekk að gjöf. Það var ekkert vitni að því. Ekkert. Það er ekki einu sinni víst að þú trúir því sem ég er að segja. En það er þinn vandinn, ekki minn. Þarna komið að alveg gríðarlega öflugu tæki sem hvert og eitt okkar þarf að vita um. Við þurfum að vita sjálf hvar við stöndum. Og Drottinn hefur gefið mér þá fullvissu að ég veit nákvæmlega hvar ég stend. Að ég stend með Guði og Guð stendur með mér. Ég er sýknaður af Guði. Og hann sakvelliði mig ekki. Ég veit að þú gerir það ekki heldur. En hvort væri betra fyrir mig að vita afstöðu Drottins sjálfs til þessa einstaklings eða þína afstöðu. Mér varðar ekkert hana. Ég þarf að vita hina og ég stend á því sem að hún segir mér. Hólpin. Hvað með þig? Ertu hólpin?
Ég bið það, já, að þú sért það. En ég veit hvernig þú heldur í það sem þú átt. Þú lest einhvað á hverjum degi, 16 blaðsíður, segi ég ekkert eitt vers, það er þitt mál ef þú gerir það. En sjálfur hef ég alltaf lesið eða mjög lengi lesið einn kafla á dag. Ég er núna í Gamla testamentinu, en sjálfur les ég ekki daglega í Gamla testamentinu, heldur Nýja testamentinu. Þannig ég er ekki fróðastu maður allra manna Gamla testamentið, en ég tel mig alveg jafngildi margra annara þegar kemur að Nýja testamentinu. Hvað rétta kennslu áhrærir, en það er ekki trósunarefni. Að vera jarðfastur þar kemur bara með tímanum. Ég þakka bara Guði fyrir það að hann leyfði mér að vakna inn í þennan dag og ég geri það sem hann ætlast til af mér í deginum. Ég sagti það svona alveg í fullir hreinskilni, ég ætla ekki að nenn að koma. Það er eitt líka sem að þú þarft nú ekki aldeilis ekki að glíma við. En ég ætla ekki að nenna og það kemur fyrir mig og sleppum þessu bara núna. Gerum þetta bara töfald næst. Ég bara hef engan frið fyrir ég komin á stað. Ég verði að gera þetta. Þetta er kannski skylduregni, en þetta er gjöf. Skylduregnin er gjöf sem að annar sér að þú virkir ef þú ætlar að vera morgun er miklu betri dagar í þetta heldur en núna. Hann sér að þú gerir þetta. Og ég þekki hann alveg. Og ég veit að ég slepp ekki. Hvað þekki ég? Ég þekki svona ónóta tilfinningu. Þá veit ég alveg að ég er að hlaupa undan ykkur. Þarna ertu líka algjörlega blankur. Þetta hefur aldrei reynd. Svona gerir hann við gamla mannin mig. Gamla mannin. Ég var nú að segja það við sjálfa mig ekkert alls fyrir löngu. Ég segi, Konráð, ég held þú viljir ekki vera gamall maður. Sem að er stjórnað af öðrum, sem að hvetur þið til þess að fá þér hund, til að drattast út, ég labbitúr eða eitthvað, sem gera þetta. Ég vil ekki vera þar. Það getur vel verið að maður verði þar einhvern tíma, nei, ég held ekki. Ég vil fara áður en að þessari stund kemur. Ég vil bara vera konur Hafnarfirði og bara ungur í anda eins og ég er. En ég geri mér alveg grein fyrir á hvað aldrei ég er, sem er allt annað mál. Ég elska Drottinn og hann elskar mig og ég geri það sem hann býður mér að gera og þess vegna er ég að gera þetta. Eins og ég var að segja á þann og ég er að þetta er satt, ég ætla ekki að nenna þessu. Það er ekki á sem það gerist, en það gerist. Og þá kemur fiðringurinn, þessi leiðilegi ónóta fiðringur í mig og ég veit að ég slepp ekki undan honum. Er ekki bara ágætt? Þannig að mann er stjórnað af góðu afli. En hver er að stjórna þér? Er það gott afli eða vonda? Þú svara því. Jóel, annar kafli. Annar kafli, þeytið hornið á Síón og látið varnaðar og gjalla frá hinu heilaga fjalli mínu, varnaðar orð. Skjálfi nú öll heimsbyggð, því að komin er dagur Drottins. Nálægur er hann. Dagur myrkurs og drunga, dagur niðdimu og dökkra skýja. Þau stíga sem sortið í fjöllin. Enga líka hefur þetta átt sér. Frá upphafi vega
og ekkert þessu líkt mun aftur verða aldir. Hvað er hann að tala þarna? Eitthvað sem að segja, Konráð, ég ætla að forða þér frá þessu. Og ég skal segja þér hvað þú gerir til þess að forðast frá þessu. Og hvað segir hann mér? Haltu þér við Jesú Krist. Fylgdu honum, hlýddu honum, treystu honum. Haltu þér við Jesú Krist. Erum við til í það? Yes! Ekki með þessu. Yes! Trúin. Vantrúin. Við erum þetta bæði. Akkurri, að þau öggum ekki að okkur. Þá erum við þetta bæði. Yes! Og hinn röddin. Þessu þurfum við að deyja. Og leyfa þess að bara lyftast upp. Hún gerir það. Orð Guðs. Eins og Drottinn segir, það er verk að trúa á mig. Þess að það er vinna. Eru til í þess að vinna? Já, ekkert mál. En ekki með þessum. Svona tvíbent. Svona maðurinn. Við lægjum að þessu. En þetta er svona. Samt. Þetta er raunveruleikin hjá allt og mörgum á okkur. Og kannski er þetta raunveruleiki að einhver leiti á okkur og einhverjum tímapunkti. Drottinn er að gefa okkur tilbaka söfnuðin. Trúir þessu? Ég trúi þessu eins og nýju neti að hann er að stokka upp. Hann er byrjað að stokka upp og það er að verða aðskilnaður. Sem sagt, veldu. Hvoru megin viltu vera? Akkur segir hann veldu. Að því að þú frá þér var aldrei þessi frjálsi hugur tekinn. En hann hefur ýmsar aðferðir að okkur. Og eins og ég var að segja, vitnaðum áðan, þá ætla ég ekki að nenn að gera þetta því ég er að gera núna. Er búin að gera í mörg ár. Og það kemur fyrir svona, ég eiginlega nenni þessu ekki. Það hefur að ná gamla, svolítið leiðindar aðferð. Við líður ekkert mjög vel núna. Og ég veit alveg akkur við líður ekki neitt mjög vel að ég er að reyna að koma mér undan því sem Drottinn hefur kallað mig til að gera. Og svo endanum fer ég bara til þess að losna við þess að leiðinda tilfinningu sem að greip mig. Þá fer ég í verkið. Og það er eins og við manninn mælt að þetta hefur allt laun. Og hver er nú þessi laun? Það er góð spurning. Launin eru gleði. Og þú verður pínlítið stoltur að þér að hafa þó drattast í verkið. Guð heiðrar sitt fólk. Jafnir þó þurfti hondur nú þetta drengur í þetta og þú ferð og það nægir honum og hann getur gert það sem hann ætlar að gera því hann hugsar alltaf fjöldan. Og þarna höfum við myndað hún Jónas okkar í Nínefe. Við munum eftir allri togstreitinu sem greip hann og hún var ekki lítil. Og tíminn líður maður minn, lifandi. Og það er bara komið að lokum hjá okkur. Við erum svo fastir fyrir í tímanum. Ég veit eða ég vil að þetta sé þannig. Ég reyna að gera þetta og ég vil að aðrir gera þetta líka fyrir mig því ég nenni ekki að hlusta nema þennan tíma. Þið veitu þetta þarf alltaf snúast mig, alltaf. Nei, ég er nú að djóka núna. Þetta snýst alltaf þig. Ég vil það frekar. Ég kveð Konráð Rúnar Freyþórsson kveðun og ætlar að gera meira af þessum ágætu biblíu þáttum okkar. Í Jesú nafni.